Já, ekki. Þetta var hörku skemmtilegu leikur og grátlegt að tapa þessu. Já, alveg grátlegt. Maður hafði allan tíma vonað að maður var að taka sigur í kvöld, en erfitt að halda svo miklu orku móti Breiðablik. Það er svakalegur hraði á þeim. En það var allt annað að sjá okkur í þessum leik heldur en móti Vestra í þessum leik og hver er svona helsti munurinn á þessum leik og bara á leik sem þið spiluðu bara núna síðasta mánudag? Já, það er góð spurning sko. Þetta var eiginlega pínu vandræðalegt á Vestra-leiknum. Þannig að við ákveðum að rífa okkur aðeins í gang og gera þetta alveg núna. Og við náðum fínu tempói og vorum komin yfir 10 en þegar maður komin yfir 10 móti Breiðablik þá er þetta bara nokkra mínútur, jafnvel sekúndur. Já, ég held að þið hefum mest jafnvel komist yfir með 13 stigum þarna eftir þrist frá Kolla þarna í upphafi þriðja en svo bara eins og hendi væri veifað sko og þá voru þeir komnir ykkur 7 stigum yfir sko og það kannski lýsir ágætlega leik Blikaliðsins. Hvernig eru þið svona eftir leikin? Eru menn þreyttir? Já, menn eru alveg þreyttir, sérstaklega mótið þeim líka. En þetta er bara mjög gaman og skemmt mjög konunglega í þessum leik og þetta var bara þess að spila maður körfubolta, þetta er gaman. Herru, og þú varst með 12 fráköst og 13 stig í fyrri hálfleik. Varstu ekki búinn að vera veikur og eitthvað svona? Hvað rann á því æði þannig í fyrri hálfleik? Já, ég veit það ekki. Maður var ekki orku mikill þennan daginn, þannig að það var erfitt að halda orkunni samt í seinni hálfleikinn sko, en þetta var bara mjög gaman. En herru, ég óska ykkur bara góðs gengis í næstu leikum.